En við byrjum á Þorsteini Má Vilhjálmssyni, stjórnarformanni Glitnis, sem sestur hjá Helga. Velkomin Þorsteinn. Byrjum bara aðeins á byrjuninu á þessu. Þið hafið lýst því að allur þessi aðdragandi að þessum atburðum sem eru ljósir í gærmorgun hafi verið mjög sérkennilegir. Segðu mér núna bara frá því hvernig þetta byrjar og hvað verður til þess að þið ákveðið að knýja dyra hjá Seðlabankanum. Mér langar fyrst til að leiðrétta að ég er Baldvinsson. Já, ok. Ég vil nú, ástæðan þegar ég kem hérna er svo að ég vil nota tækifæri til að gera hluthöfum Glitnis grein fyrir þessar atburðarás. Ég er í vinnu hjá hluthöfum Glitnis og ber ábyrgð gagnvart þeim og ég gerir mér alveg grein fyrir því að hluthafar Glitnis sem eru 11.000 að stærsti hlutinn þeirra kannski 10.990 kannski hafa ekki skilið það hvað fram hefur farið. En förum þá snöggast yfir þetta? Ef ég fer yfir þetta þá er það þannig að ég fer til Davíðs Oddssonar á fimmtudag. Við vitum öll að það var mikill órói í vikunni var í fjármálageiranum. Ég fer til Davíðs Oddssonar á fimmtudag vegna þess að ég lít á Seðlabanka Íslands sem samstarfsaðila íslenska banka. Ég geri Davíð grein fyrir því að ég hafi ákveðnar áhyggjur af fjármögnun bankans. Það er sjálfsögðu þannig að ábyrgð okkar er þannig að við erum ekki að ganga fram á brún. Starfsmenn bankans eru alltaf að vinna í fjármögnun, það er verið að fjármagna og endurfjármagna bankann á hverjum einasta degi. En ég hefði ákveðnar áhyggjur vegna þessara atburða sem hefur gerst og ég nefndi við hann að við værum með ákveðin eignasöfn, það þarf að búa þau ákveðin búning þannig að það sé hægt að lána það út á þau og við kannski vorum ekki alveg búnir að því. Seðlabanki Íslands lánar íslensku bönkum, það er að segja endurlána þeim gegn veði mörg 100 milljarða. Þannig að Seðlabanki Íslands er alltaf að lána bankastofnunum eða fjármálastofnunum. En ykkur hafi verið neitað lán erlendis og þess vegna farið? Okkur hafi ekki verið neitað lán erlendis, við erum alltaf að vinna í þessu. Og við höfum bara áhyggjur af vegna þessar óróa við gætum lent í vandræðum og við ættum ekki að taka þá áhættu. Ég fer til Davíðs á fimmtudag og greina honum frá þess og segjum jafnframt að við séum með lánapakka sem er mjög tryggur og góð og ég er að velta því fyrir hvort að Seðlabanki geti hugsanlega að lána okkur út á þennan pakka sem sagt gegn mjög góðum veðum. Ég orða þetta við hann í 2 manna samtali. Síðan gerist það að við Lárus eða starfsmenn bankans, þar sem Glitnis eru kallaðir á fund starfsmanna Seðlabankans seinna daginn bara svona til að fara yfir þetta mál, hvað var að ræða. Við Lárus förum á fund Davíðs Oddssonar og fleiri á föstudaginn seinni partinn og fórum svona þá bara yfir málið. Eins og ég segi, þetta er svona samstarfsaðal okkar og við vorum búin að ákveða það að hittast ég og Geir Haarde þegar hann kemur frá New York til að fara yfir málin. Sem að við gerum síðan og reyndar ég og Lárus hittum hann og efnahagsráðgjafa hans á laugardeginum. Starfsmenn Glitnis fóru í Seðlabanka á fimmtudaginn til að fara yfir þetta mál sem ég hafði rætt við Seðlabankan, okkar samstarfsaðila. Og þeir fóru yfir málið. En síðan urðu þeir mjög uppteknir starfsmenn Seðlabankans, þannig að starfsmenn bankans fóru ekkert, starfsmenn Glitnis fóru ekkert niður í Seðlabanka á föstudaginn, þeir áttu að eitt símtal við okkur sem mælist 2 mínútur og 19 sekúndur. Á laugardaginn náðist ekkert í þá og á sunnudaginn náðist í þá vegna þess að þessi veð sem ég hafði sagt var ekki í raun hægt að lána út á, það er ákveðin velvilja til þess. En starfsmenn Glitnis hefur sendt annan veðpakka niður í banka og þeir svo á sunnudeginum, starfsmaður Seðlabankans, að hann væri búinn að sjá að hann væri kominn í pósthólfið sitt en hann hefði ekki haft tíma til að fara yfir. Þannig á sunnudeginum er ekki búið að fara yfir hennar seinni... Það er ekki búið að fara yfir hann. Ég talaði við Davíð Oddsson á laugardaginn og bara hitta mig vegna þess að ég óttaðist það að það var eitthvað að gerast vegna þess að það er vitað mál að samskipti ákveðna eiganda í hópi Glitnis við Seðlabankastjóra hafa verið ekki góð vægt til orða tekið. Og ég talaði við Davíð aftur á sunnudeginum og óskaði eftir að hitta hann. Starfsmenn Glitnis voru að reyna að ná við starfsmenn Seðlabankans en það náðist ekki einn eða neinn. Þannig að það sem að við höfum komið og beðið aðstoð eins og sagt er, við fórum sem samstarfsaðila til að vinna með Seðlabanka Íslands biðja lán gegn veðum sem er ósköp eðlilegt og gert í öllum löndum og hjá öllum seðlabankum og eins og staðan í dag núna þá hafa seðlabankar og bankastofnanir verið að vinna nánar saman en ella. Þannig að það sem gerist næst er það
að ég kallaði inn í Seðlabanka á sunnudagskvöld til að tjá mér það að þeir ætli sér að auka, eða vilji auka hluthafi bankans og taka 75% hlut í bankanum. Eins og helgin hafði orðið, þá lagnótt á eins og hjá ríkisvaldinu og Seðlabank, þá lekur allt út. Bankastofnanir eru mjög viðkvæmar, þannig að það var alveg ljóst að svo staða sem við vorum komin í, hún var erfið. Þið voruð ekki neitt í samningsaðstöðu? Ég trúði nú reyndar ekki þá að við værum bara í samningsaðstöðu, kannski ætlum að vinna að málunum saman. Við höfum talið líka á Glitnir að það væri mjög nauðsynlegt að sameina að hagræða í fjármálakerfinu í Íslandi og það væri mjög nauðsynlegt að menn gripu til aðgerða, hagræðingaraðgerða og innum í ríkisvaldinu þannig að það myndi, þetta gengisfall íslensku krónu myndi hætta og hlutabréfaverð gæti styrkst. Þetta var sem sagt hugsun okkar í þessu máli. En ég kallaði Seðlabankann á sunnudagskvöld og þar erum við settir afarkostir af Davíð Oddssyni og Geir Haarde. Og þegar ég spurði nú bara fávíslega af hverju 75-25, þá var mér sagt sagði Davíð, hann vildi fara hóflega í þetta. Geir Haarde hefur sagt í fréttum að þegar hann spurður að þessu, af hverju ekki 100%. Og þegar mér sagt líka af þeim að það séu yngar aðrar lausnir í boði. Þannig að á þessum tíma líka búið að boða stjórnarráðsins til fundar, hann hefur búið að taka þessa ákvörðun og eins og hefur komið fram í dag og ég bað nú Vilhjálm Bjarnason að reikna fyrir út. En stöldum aðeins við hérna, Þorsteinn. En sko, þrátt fyrir það að þú talar að þið hafi verið að ræða við samstarfsaðileika, þá eru þið enga síður að biðja þarna Seðlabanka Íslands mjög stórt lán. Getur ekki einfaldlega verið að þessi veðpakki sem þú talar hann hafi bara ekkert verið eins góður eins og þið viljið meina? Sko, þessi veðpakki sem við upphaflega opnuðum á var mjög góður að okkar mati. Já. Og ástæðan fyrir við tölum 600 milljónir evra og við tölum það að geta flytt bankunum inn á næsta ár var það vegna þess að þetta var veðpakki på 750 milljónir evra. Við komum með annan pakka sem var upp á 1340 milljónir evra, þannig að við vorum að bjóða mjög góð og trygg veð fyrir þessu. En máttu þeir þetta ekki einfaldlega þannig að það væri komið að öðrum gjalddaga eftir þennan gjalddaga og þá myndu þið lenda í sömu vandræðum og þess vegna væri staða bankans einfaldlega slæm? Sko, starfsemi bankans alltaf í gangi. Þetta alveg saman. En er hún slæm? Helgi, þú borgar kannski húsinu í október, þú átt kannski ekki fyrir afborguninni í febrúar vegna þú átt að vinna fyrir henni. Það ekki hægt að taka þér húsið vegna þess að þú átt ekki fyrir afborguninni í febrúar, vegna þess að þú ert að vinna á sama hátt og bankastofnun, hún alltaf að vinna. Og við erum alltaf að Þannig að bankinn stóð fínt? Bankinn, eigið fyrir bankans, þetta 6 mánaða uppgjör og 200 milljarðar fyrirgefið. En það var samt lausafjárkrísa? Við erum töldum að við vildum ekki taka hennar áhættu og þess vegna fórum til Seðlabankans. Þið fengu hvergi fjármagn annars staðar? Við vorum að vinna í því og það hefði ekki reynt á það fyllilega. Við vildum hafa En voru það ekki mistök að fara til Seðlabankans? Jú, í dag því miður, ég get engungu sagt hluta í dag. Ég bið ykkur bara afsökunar vegna þess að stærri mistök hef ég ekki gert lengi. En svo undirritið þennan samning á sunnudagsmorgninum, eða hvað? Við undirritum þennan samning á mánudagsmorgni. Það bað stærstu hluthafa Glitnis að undirrita þennan samning og menn voru mjög miklum vafa það. Davíð Oddsson boðaði til blaðamannafundar á mig sagt korter yfir 9. Ég hringdi inn á Ingimund Friðriksson, Seðlabankastjóra, og sagði, heyrðu, ég ekki komið sem undirritani, þið viti hvað þið megið ekki halda hana fund fyrir en að það sé fullljós hvort ég næ þessum undirskriftum ekki. Davíð Oddsson hringdi og hann sagði, nei, við boðum ekki fundin hér, við boðum ekki fundin þess að Ingimundur, Seðlabankastjóri. Davíð Oddsson hringdi 2 mínútum seinna og sagði, ég er búinn að boða fundin. Þannig að þegar Seðlabankastjóri byrjaði blaðamannafund, þá var ég ekki búinn að ná undirritun á þessa pappíra. Þegar þú talar það að það sé vitað og það veit nú svo sem hvert einasta mannsbarn að það mjög styrkt á milli stórra eigenda í Glitni og Seðlabankastjóra, og þeir hafa væntanlega þá verið dregið til þess að fara til samstarfs við bankan eða leita á náðir hans eftir hvernig menn líta á það. Ertu sammála því núna sjálfur? Ég verð að segja í dag,
er ég sammála því og ég tel reyndar mikinn vafa að leika á því með að stjórnsýslu lög og fyrrum samskipti Davíðs Oddssonar og Jóns Ásgeirs að hann sé hæfur í málinu. Davíð sé vanhæfur til að fjalla um málið? Ég spyr að því, lögfræðingar að svara því, en sú spurning er álitið núna. Annað, þeir hafa boðið þér að vera stjórnarformaður, að vera áfram stjórnarformaður í Glitni og fjármálaráðherra ítrekaði það boð á Vísi núna fyrir einhverjum klukkutíma síðan. Miðað við það sem þú ert að segja núna, er líklegt að þú takir það að þér? Ég hef að sjálfsögðu veltið fyrir mér að segja af mér núna vegna þess að ég hef ekki staðið sem skildi gagnvart hluthöfum Glitnis, það er alveg ljóst. Og mér þykir auðvitað hart að heyra þetta að þegar menn spyrir af hverju 75% að það sé hóflegt eða af hverju ekki 100% þegar að hagnaður ríkisins eins og gengi Glitnis þróaðist í dag, þá er hagnaður ríkisvaldsins af þessu gjörningi cirka 115 milljarðar. Hefðu þeir tekið allan bankan eins og þeir voru að velta fyrir sér, þá er hagnaður þeir í dag í kringum 200 milljarðar. Það er að segja að þetta er allt kostnað á kostnað 11.000 hluthafa. Þetta er á kostnað þeirra. Síminn var seldur á 70 milljarðar þessu til hliðsjónar. Að ég hef ákveðið að setja næstu daga, ég hef ákveðið að flýta því að búa til hluthafafundar og reyna að hjálpa mann til að... Hvað þýðir það að flýta til að boða til hlutafundar? Er það þessar björgunaraðgerðir sem menn hafa talað um? Nei, ég held að sé bara rétt að Eru það engir aðilar sem ætla að koma menn hafi bara rétt á því að koma að þessu máli með þá menn sem þeir vilja hafa þarna. Og eru ykkur svoleiðis menn til? Ég veit það ekki. Ég mun reyna að gæta hagsmuna Glitnis, það er að segja eiganda Glitnis, þessa 11.000. En ekki ríkisvaldsins? Þannig að þú munt ekki vera stjórnarformaður? Ríkisvaldi erum við allir. Og ég mun reyna að leggja mig fram að gæta hagsmuni allra. En í þessu tilfelli núna er ég að gæta hagsmuna hluthafa Glitnis og ég ætla að reyna að fá eins mikil verðmæti fyrir þann hlut eins og ég get. En stjórnarformaðskan, þú svarar því ekki alveg. Ég ætla að íhuga það ef eftir hefur leita, en það verður alveg ljóst að það þarf að vera traust á milli stjórnarformanns Glitnis og seðlabankastjóra. Það er ekki núna til staðar? Ég held allavega að menn þurfa að fara yfir það mál. En hvað, þarf þá ekki eitthvað mikið að breytast þess að því verði? Eins og ég segi, ég hef búin að vaka hér mikið þessu sólarhringa og ég ætla nú bara að fá að taka ákvörðun þetta seinna ef eftir því verður óskað. Það er alveg saman þessar menn. Þeir þurfa að fara í gegnum sín mál og ég gef alveg kost á því að endurskoða sína afstöðu í því máli. Ertu sammála Jón Ásgeiri Jóhannessyni sem segir að þetta sé stærsta bankarán Íslandssögunnar? Hann tekur stórt upp í sig. Með það hvernig þú lýsir þessu að þá finnst þið þú allavega klárlega að þið hafi verið órétti beittir, er það ekki? Já, ég hlustaði á formann efnahagsnefndar Alþingis áðan, Pétur Blöndal, þingmann Sjálfstæðismanna, og hann sagði að þessi kaup væru dundrandi business. Og ég get þá glaðst fyrir hönd okkar skattgreiðenda, en fyrir okkar hönd hluthafa Glitnis, þá þykir mér þetta mjög miður. Ertu sammála því sem Jón Ásgeir segir, orðum sem hann notar, stærsta bankarán Íslandssögunnar, eignaupptaka og hvaðina? Já, ef að ríkið hagnast 115 milljarða í dag, þá koma þeir peningar frá hluthöfum Glitnis. Það er alveg ljóst. Og þér finnst að þeir hafi verið, já, þú efast að það hafi verið gert með löglegum hætti eða hvað? Ég ætla ekki að fara til neina lögfræði eða eitt eða neitt. Ég verð eingöngu að horfa framan í hluthafa Glitnis og segja skattgreiðendur högnuðust 115 milljarða í dag en sú upphæð kemur frá ykkur ágætu hluthafa því miður. Það hefur verið talsverðar vangaveltur að Landsbankinn og Glitnir muni hugsanlega sameinast eða Landsbankinn hugsanlega kaupa hlut ríkisins og það verið allavega vangaveltur og þú þekkir þær. Veistu hvað það stendur núna? Ég hef eingöngu sagt ef að það er leið til að fá hærri hlut fyrir bankan, þá muni styðja það og ég vona að ríkið sé það sanngjarnt að þau muni færa núverandi hluthöfum Glitnis þann hagnað. Þannig ef einhverjir aðilar koma með tilboð þá bakki ríkið eða eitthvað? Ég trú ekki öðru en að ríkið myndi allavega skila hluta af þessum hagnaði til hluthafa Glitnis. Heldur það sé einhverja líkur á þessari sameiningu verði við Landsbankann? Þjóðhagslega þá er það mjög nauðsynlegt eða væri gott mál. En heldur það sé líkur á því? Ég held að það séu ekki líkur á því í dag og það sem því miður gerðist sem að við vorum að aðvara menn við
það var það sem var bara að gerast þennan sólarhringinn, að við sögum þá þarf ekki til aðgerð til að styrkja gengið. Við sögum þessi aðgerð ykkar mun veikja gengið, það mun falla verulega og hlutabréfin mun lækka. Allt sem við sögðum við ráðamenn því miður hefur reynst rétt hjá okkur. Þorsteinn, takk kærlega fyrir komuna. Takk.